Komiði sæl. Lífeyrissjóðirnir lenda að óbreyttu í vandræðum með skuldbindingar sínar í framtíðinni. Ávöxtunin í ár ekki nema helmingur þess sem hún þyrfti að vera. Íslenska eftirlaunakerfinu má lýsa sem píramída. Almannatryggingar eða ríkið eiga að tryggja, sé málið einfaldað, að enginn svelti. Í gegnum hina eiginlegu lífeyrissjóði, samtryggingasjóðina, á svo fólk að fá upp undir hálf meðalaun þegar það sest í helgan stein. Svo kemur viðbótarlífeyrissparnaðurinn eða séreignin. Heildar eignir lífeyrissjóðana losa rúma 2000 milljarða króna en ávöxtun samtryggingasjóðana þarf að vera minnstakosti 3,5% á ári svo halda megi í horfinu. En frá hruni hefur það ekki gengið eftir og gerir ekki enn. Við metum það þannig miðað við stöðun í dag að það stefni í að raunávöxtun lífeyrissjóðana verði milli 1,5 og 2% á þessu ári. Hinn svokallaða tryggingafræðilega staða samtryggingasjóðana í stórum mínus. Það vantar gríðar háar fjárhæðir svo þeir geti staðið við skuldbindingar sínar í framtíðinni. Síðustu áramót var þetta gat 650 milljarðar króna. Gangi þetta eftir þá mun allar líkur á því að muni stækka eitthvað, ekki mikið, en það breytir því ekki að þetta vandi sem til staðar. Samtryggingasjóðirnir eru annars vegar almenni hlutin og svo hinnir opinberu sem eru með fullri ábyrgð ríkisins og þá skattgreiðenda framtíðarinnar. Almennu lífeyrissjóðirnir þurfa að bregðast þannig við, verði ávöxtun slæm, getum við sagt, þá þurfa þeir að bregðast við því með því að skerða lífeyrisgreiðslur. Þeir lentu í því sérstaklega 2009 og 2010 eftir hrunið. Við vonumst að verði lítið það í ár en engu að síður þetta ár kemur til með að verða undir þessum 3,5% ávöxtun sem horft á til lengri tíma.